Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það áhugaverð staðreynd að það virðist sem að íslensku bankarnir séu með, hvað maður að segja, misöflugar varnir til að koma í veg fyrir að börn geti spilað frá sér aleiguna, ef að segja það, á veðmálasíðum, á internetinu og svona margir sem að telja sig sjá vaxandi áhuga barna og ungmenna á fjárhættuspilum og veðmálum og við heyrum það síðast í gær hjá Salvöru Nordal að það flókið og snúið að vera barn eða ungmenni. Það víða hættur og internetið, ekki síst samfélagsmiðlar og sjónvarpsþættir, áhrifavaldar. Það er alls konar ógnir sem geta steðjað að börnunum okkar og ég held að við þurfum að gera meira því að ræða umhverfi barna og ræða meira börn og við börn eins og kom fram hjá umboðsmanni barna í gær og hingað er komin Jóhann Steinar Ingimundarson, hann er formaður UMFI. Vertu velkomin. Já, kæra þakkir. Takk fyrir að koma. Við ég rak augun í grein sem að þú hafðir skrifað á Vísi og fyrirsögnin er veðmál barna hættulegu leikur sem hægt er að stöðva. Og mér fannst, ég las greinina og mér fannst hún einmitt svona tala inn í þetta þema sem við höfum svolítið verið með núna að fjalla hlutskipti barna og ungmenna. Og ég ætla bara svona að biðja þig að ræða það aðeins hvort það hefur eitthvað svona breyst á síðustu misserum hvað varðar veðmálastarfsemi barna. Já, við erum að upplifa það, þau sem erum að vinna með börn og unglinga og í íþróttarhefingunni að það hefur eru mikil teikn á lofti og rannsóknir sem bæði við höfum tekið þátt í að reyna að kalla eftir og eins í samskiptum okkar við erlenda samstarfsaðila eða systur samtök. Að þá virðist hafa orðið einhver breyting svona í kjölfarið eða samhliða COVID og eftir COVID þar sem við erum að sjá gríðarlegan fjölda í bara almennt í því sem kalla má veðmál og á netinu. Já. Og það sem að kannski umræðan er stór og flókin og það sem við kannski horfum sérstaklega á í þessari grein sem að ég var að skrifa að það var nú kannski sú veðmálastarfsemi sem snýr að börnum eða þeir sem eru 18 ára og yngri og á ráðstefnu sem að íþróttarhreyfingin stóð fyrir núna í byrjun árs að þá kom einmitt þetta fram að bankarnir höfðu tekið eftir því að það hefði orðið gríðarleg aukning í peningum sem væri að streyma til erlendra veðmálasíðna sem eru ólöglegar. Úr veskjum íslenskra barna. Úr veskjum íslenskra barna og það voru bara þannig tölur að mér blöskraði og sem hluti af hlutverki og verkefnum Ungmennafélags Íslands að þá viljum við vera með forvarnir og benda á þessa þætti. Og við viljum bara að þetta sé svolítið rætt hvort að þetta sé það sem að íslenskt samfélag vill að sé í boði að börn geti verið að veðja á netinu og með öllum þeim neikvæðu áhrifum sem það kann að hafa bæði fyrir einstaklingin og samfélagið. Já, og að þú minnst á COVID tengist þetta því að þá missum við svolítið sjónar á börnunum okkar, þau loka sig svolítið inn í herbyggjunum, við erum öll svona minna í virk í samfélaginu eða tengist það því að tæknisíðurnar og fjármálaöflin, veðmálaöflin, þau fara svona að búa til skotmörk úr börnum meira. Ég held að þessar tilgátur eigi allar rétt á sér. Það er kannski þetta starfsemi sem allavega hér á Íslandi er ólögleg og þess vegna er nú líka kannski eins og oft erfitt að ná að rannsaka það með einhverjum svona opinberum leiðum. En þær upplýsingar sem við höfum reynt að afla okkur að þær byggja einmitt á því að ástandi í COVID var með sérstökum hætti, fólk lokaði sig meira af heima, börn voru kannski meira lokuð inn í herbyggjum meðan að verið var að láta
þjóðfélagi ganga í nokkur ár og þá virðast vera vísbendingar það að samhlið og í kjölfarið hafi þróast öflugri auglýsingamennska að börnunum á svæðum jafnvel þar sem að við fullorðna fólkið erum ekki að átta okkur á að þau eru á eins og bara almennt talað internetið og erum ekki þegar þess er þetta svolítið dulið og við bara vitum ekki af þessu hvað þau eru að verða fyrir miklum áhrifum og ég bæði með beinum auglýsingum og svo getur maður haft á skoðun að það eru ýmsar óbeinar auglýsingar sem eru líka í gangi sem að þarf aðeins að ræða hvort að þurfi ekki að taka á líka sko. Já, ég meittist á áhrifavalda stundum finnst manni þeir svolítið dansa á siðferðislegri línu. Það alveg skoðun sem maður má hafa. Þeir áhrifavaldarnir hafa náttúrulega talsvert aðgengi að þeim sem að þeirra áhugi og það sem þeir standa fyrir og við vitum alveg að í slíkum hlutum eru ýmsar beinar og óbeinar auglýsingar og það þarf alltaf að höfða til siðferði viðkomandi aðila hvort að þetta sé málefni sem að þeir vilji vera að koma til skila til allavega barn og ungmenna eitthvað sem að er ekki góð uppbygging til framtíðar, einhver veðmálastarfsemi. Reynum þá aðeins að teikna upp þessa sviðsmynd. Ég barn, 16-17 ára, ég bý hjá foreldrum mínum, ég hef aðgangað ákveðnum tækniumhverfi. Í fullkomnum heimi þá ætti ég náttúrulega ekkert að geta spilað, lagt fé mitt undir áður en ég verð 18. Það ekki bara þannig eða hvað? Já, mér finnst að vera tiltölulega skýrt og meira að finnst mér líka íslensku lögin vera það skýra að það takmarkað hverjir mega bjóða upp á svona veðmálastarfsemi á Íslandi. Og í því samhengi að þetta mjög flókin umræða þó að ég hafi svona aðeins reynt að fylgjast með henni að þá finnst mér skipta máli að setja þetta kannski í ákveðin box, það að segja upp á það hvaða áhrif þetta kann að hafa og þá sérstaklega kannski hversu mikil fíkn eða eitthvað slíkt til viðbótar sem að koma í þessu. Það er mjög auðvelt kannski að tala svona vítt og breytt um veðmál en svo eru bara flokkar eins og fjárhættuspil sem að kunna vera mun fíkni meira valdandi heldur en leikir sem eru kannski eins og getrunleikir sem að eru undir meira regluverki, meira eftirliti og með raunverulegri ábyrgri spilun í huga. Geti keypt hapaþrennu út í sjoppu áður en yfir 18? Ég þekki það náttúrulega ekki kannski nákvæmlega. Það er ekki kannski atriði sem ég hef verið að fylgjast með en mig grunar það alveg að það sé hægt að fara og kaupa það. Það eru sjálfsalar, eða ég sá það hérna áður fyrr. Þannig að það kemur ekkit óvart að hver sem geti keypt það en ég þekki það bara ekki. Væri best ef ég geti það ekki fyrir nýrið 18? Mér finnst, það er bara mín persónulega skoðun og mér finnst að það þurfi svolítið að draga línu þar sem eru börn. Þau eru á ákveðnu mótunarskeiði og eru mismunandi tæk á ákveðnu bíli. Það er ekkert eins og það drægist eitthvað lína við einn ákveðin aldur eða eitthvað slíkt. Þau eru bara þroskast og annað eins. Já, og heimilin búin mjög misgóðum björgum. Já. Og í því sambandi finnst mér mikilvægt að það sé einhver samfélagsleg sátt sem endurspeglast einmitt þá í lögum eða einhverju slíku að við séum ekki að trufla þann þroska barna með því að vera að halda að þeim einhverjum hlutum sem að sálfræðilega bara vitað að kann að hafa áhrif á þau og getur leitt með miklum þrýstingi í það að þróa með sér einhverju fíkn. Já. En aftur að þessu barni sem að situr við internetið og sér hér opnast tækifæri og það fyrir að spila og það tapar náttúrulega eins og allir gera alltaf fyrir eða síðar í fjárhættuspilum og veðmálum. Þótt við getum verið heppin eitt andartak þá spilum við væntanlega gróðan frá okkur þannig eru líkurnar í þessum heimi. Af því myndist áðan á að bankarnir íslensku bankarnir væru misgóðum vörnum gætir hvað varðar þetta. Getur það þá sem sagt, get ég lent í því ef barnið mitt að stunda þessa háskalegu iðju
að það geti haft áhrif hjá hvaða banka? Við allavega höfum fengið upplýsingar það að það eru 2 aðilar sem að hafa opinberlega tjáð það að þeir hafi lokað á möguleika þeirra sem eru yngri en 18 ára að nota íslensk kort og íslenska dreifileiðir þeirra til þess að millifæra peninga á þess aðila sem annars vegar Indó og hins vegar Íslandsbanki. Ég ætla ekki útiloka að hinir bankarnir hafi ekki gert en þeir hafi ekki sagt þá allavega frá því. En þetta var líka kannski umræða sem kom og er einn af þeim möguleikum sem hægt að nota til þess að loka á svona og vera bara í samræðum við íslensk lög. Því að það hafa margir haldið fram að það sé ekki hægt að loka, það er ekki hægt að loka á interneti, það er ekki hægt að loka á ákveðna síður, það er ekki hægt hitt og þetta. Punkturinn sem að mér fannst vera svo stór í þessu og það sem framkemur í greininni það er bara ýmislegt hægt. Þetta er bara meiri spurning hvort að það sé vilji og við þurfum þá kannski sem samfélag að halda áfram þessu samtali. Hvað er það sem við viljum að sé? Og þetta oft stilt upp í svona tvíhyggju umræðu, annars vegar þetta bara leyft og þá algjörlega leyft eða bannað og algjörlega bannað þá. En mér svolítið gleyma því að við erum kannski stödd í miðjunni á þessu í dag. Það að segja, þetta er leyft með takmörkunum. Þetta er leyft með eftirlit í dag, þar sem ákveðnir aðilar, almannaheillafélög hafa fengið leyfi til þess að vera með þessa starfsemi á Íslandi og hún er bara háð talsverðu eftirliti. Og í því samhengi skiptir máli að setja þetta í þessi ólíku box sem ég nefndi áðan, að við þurfum að skoða það hvað af þessu er fíknivaldandi og hvað af þessu er meiri leikur. Það er orðið mjög slæmt þegar veðmál er orðið mikilvægara heldur en kannski svo leikur sem að verið að reyna að bjóða upp á í fótbolta eða einhverju slíku sko. Og það er hægt að dulbúa fjárhættuspil sem leik. Já. Það er staðreynd. Já. Að þú getur geymt barn til leiks í einhverju sem það áttar sig ekki kannski á því hvað er að gerast þarna. Já, og það sem virðist vera meira að segja gert, að það er verið að bjóða upp á svona inneignir, það er svona margföldun á innlegginu gegn því að það sé spilað ákveðið mikið. En svona starfsemi, hún er bara þekkt að því leitinu til eins og þú komst aðeins inn á áðan að hugmyndafræðin er svo að það er húsið sem vinnur alltaf að lokum sko. Já. Sko mér finnst þetta náttúrulega algjörlega siðlaust og mér finnst að ef það þarf löggjöf til, þá bara þarf löggjöf til og þetta er svona eitt af þessu umhugsunarefnum sem að mér finnst og á því að nefna spjalli við umboðsmann barna í gær. Þetta er svona dæmi eitthvað andvaraleysi sem bara þú fyrirgefur, ég segi minna skoðun algjörlega óþolandi. Hvað eigum við að gera? Ég neitaði ekkert að bara svona sem aðil út í bæ og íslensku borgari ásvolda erfitt með að skilja það að það er til löggjöf og það sem að maður hefur á flestum stöðum heyrt allavega að það er ekkert margir ósammála því að sérstaklega svona erlendu veðmálasíðurnar, þær eru bara ólöglegar á Íslandi og þrátt fyrir að það hafi verið óskað eftir því að þetta yrði skoðað og reynt að fylgja eftir íslensku lögum að þá einmitt kannski er ekki hægt annað en að taka undir þess að þú segir varðandi andvaraleysið að það virðist ekkert gerast og þá þarf kannski aðeins og það er ástandi held ég sem að við þurfum aðeins að velta fyrir okkur í dag hvort að það sé ekki bara svo verstastaða sem við erum í að það liggja fyrir lög en það er ekki farið eftir þeim. Já. Og við þurfum bara að eiga og klára þetta samtal hvernig við viljum hafa þetta og það þarf þá bara að búa og útfæra lögin þannig að þau séu með þeim hætti að það sé hægt að fylgja þeim eftir eins og svona samfélagslega sátt næst það að vilja hafa þessi starfsemi. Og það náttúrulega sko viðbótar áreiti og algjörlega óþolandi ef sem sagt börnin okkar og ungmennin okkar eru misútsett fyrir þessari hættu eftir því við hvað íslensku bankastofnun er skipt. Hefurðu verið í umræðu við stjórnvöld þetta?
Já, eins og sko Ungmennafélag Íslands aðili til dæmis að íslenskum getrunum samkvæmt sérstökum lögum þar og hefur þar að leiðandi aðkomu sem því nemur hefur beitt sér fyrir því að ásamt öðrum eigendum þar eða aðilum þar að það séu gerðar rannsóknir á því hvernig áhættan og fíknin og ábyrg spilun og annað eins og það svolítið kannski verið einmitt að ræða það að þetta í boði ákveðnir hlutir í dag undir ákveðnu eftirliti og það meiri hætta í ýmsu öðru sem og eru íslenskar getrunir betri kostur heldur en erlendar veðmálasíður? Þær flokkast allavega undir starfsemi sem að ekki jafn áhættusöm og ekki fíkni valdandi eins og sumar aðrar veðmálasíður. Og það líka bara kannski línan sem við þurfum að draga niðurstaðan svo að það eigi að banna þetta alfarið eða niðurstaðan svo það að leyfa þetta alfarið. Það eru bæði sjónarmið sem hafa verið og ég held svona eins og ég hefur reynt að taka til eða skilja þetta í kollinum á mér að þá þetta kannski að hluta til eins og með aðgang af vítamín og lyfjum eða einhverju slíku sumt af þessu getum við keypt í bara verslunum af því að það þykir ekki mikið neikvæð áhrif af þessu annað förum við í apótek sumt förum við í apótek og erum með einhver resept fyrir því hvað við megum taka út og svo svo annað þurfum við bara hreinlega að fara á spítala til þess að fá aðgang að ákveðnum tegunda lyfjum. Síðan líka í þeim flokki ólögleg lyf sem eru til sölu. Þannig að það skiptir svolítið kannski máli að það sé hægt að leyfa þetta og það sem að hættulegra að það sé undir einhverju eftirliti. En ertu búin að eiga einhver samtölu þingmenn eða ráðherra þetta? Já, hreyfingarnar hafa reglulega komið þessum sjónarmiðum þegar þeir sem koma að rekstri þessara félaga hafa komið sjónarmiðum til stjórnvalda. Og von á einhverjum viðbröðum? Það voru erfitt að segja til það. Við þurfum svolítið að koma þessu á dagskrá eins og kannski verið var að gera núna með þessari grein og samfélagið þarf svolítið að fjalla það hvað viljum við og hvað viljum við að sé tekið á þessu og sættum við okkur einmitt við það að það sé verið að spila á svona í besta falli gráum línum ef hægt að meira segja réttlæta þannig. Þannig að ákallið svolítið það að það sé bara látið reyna á það hvort að íslensk lög haldi því að eins og var kjarnin kannski í greininni það til fullt á lausnum. Það hægt að loka hjá þeim sem sjá greiðslurnar, það hægt og þekkt út í heimi, það hægt að láta loka á síður, það vinna og allt í þeim dúr en lausnir eru til og þetta snýst frekar það vilja menn vinna þessu eða á þetta andvaraleysi sem hefur verið að vera áfram til staðar. Já, ég myndi líka giska á það að tugir hlustenda okkar og áhorfenda núna velti fyrir sér ég náttúrulega veit ekkert hvað barnið mitt að gera og við kannski sumarhýran kannski dágóð og við höfum kannski við búum kannski ekki yfir vitneskju það hvort fjárhagur barnsins að brenna upp fyrir en allt og seint að bregðast við. Það kemur fram í greininni þinni að börn veði fyrir 100 milljóna krónur. Já, það eru upplýsingar sem að koma fram á þessari ráðstefnu sem ég vitnaði í og svona kannski með að við bara einfalda markaðshlutdeild að þá var hægt að leiða það út að þetta nálgaðist 800 milljónur á ári sem verið var að millifæra út til aðila. Það ekki sjálfgefið að það hefur allt tapast en það var það sem verið var að borga fyrir þetta. Það bara íslensk ungmenni? Bara íslensk ungmenni yngri en 18 ára. Þetta nefnilega svakalega tölur. Og svo einnig vitað það að eldri aðilar eru svo sem að spila fyrir munhærri fjárhæðir. Já. Og það önnur umræða. Það önnur umræða sem einmitt hægt að velta upp líka en það sem kannski líka stóra málið og ástæðan fyrir við erum að setja hennar fókus á börnin í þessu það að eftir því sem þeim haldið lengur frá svona hlutum og ég kannski víkkað út sama hvort það sé veðmálastarfsemi hvort það sé
umræða eins og áfengi eða hvort það séu sko orkudrykkir eða snuff og reykingar og allt í því eftir sem við höldum þeim lengur frá þessu þeim meiri líkur á því að þau ánýtist þessu ekki og það eru náttúrulega bara þeir sem ánýtjast þessu sem að verða fyrir einhver hluti verður fyrir fíkn af því og með þeim neikvæðu áhrifum sem að öll þessi atriði hafa og svörtustu og ömurlegustu dæmin náttúrulega þegar að einhver komin í svona fíknar ástand hann sér ekki út úr því það bætist við þunglyndi, það bætist jafnvel við erfið samskipti, fjölskyldulífið erfitt, það sem snýr að veðmálunum að það jafnvel búið að spila frá sér allan fjárhagslegan grunn. Þá kemur skömmin. Og þá skömmin og þá enn erfiðar einmitt kannski að opna umræðina og komast í þetta. Þetta eru þekkt ferli. Þess vegna nauðsynlegt að takast á við þetta. Heldur betur. Sko, og ég held að sé líka þótt við sem kannski hér mest að ræða lagaumhverfi og það þurfi nú að vera samræmt í öllu falli milli bankastofnana og svona að þá skilaboðin inn á heimilunum að það augljóslega við þurfum að færa þessa umræðu inn á heimilin, ekki satt. Ég meina foreldrarnir þurfa eiginlega bara að vera duglegri kannski að kíkja á hvað börnin þeirra að gera og svo framvegis og eiga samtal við þau það. Jú, það það sem við tölum allavega fyrir í ungmennafélagshreyfingunni að við viljum í sjálfu sér erum að reyna að halda út í skipulögðu íþróttastarfi sem felur í sér að við erum að taka á móti börnum og þau verði líkamlega, andlega og félagslegri heilbrigðar eftir að hafa tekið þátt í starfinu og þess vegna látum við okkur þetta varða því þetta hluti af áhættinu og hefur neikvæð áhrif. Og stór hluti af því sem við gerum í þessu skipulagða íþróttastarfi líka að halda utan, og þetta eru félögin í landinu, þetta hátt í 500 félög sem að eiga aðild að Ungmennafélag Íslands, íþrótta- og ungmennafélögin, að það verið að halda foreldrafundi, það verið að reyna að tala fyrir þessu jákvæða og vinna með það, þannig að við náum þessum markmiðum okkar. Og við erum að reyna að byggja þetta á samvinnu og trausti og gleði og því miður að þá eru þarna atriði sem að eru bara uppfylla ekki þessi gildi og það sem við viljum vera og þess vegna erum við að flagga svo viljum að þetta verði svolítið til umræðu í samfélaginu og nákvæmlega eins og þú segir að við náum eyrum foreldra sem geta spurt og forvitnast hjá börnum sínum hver staðan og mér minnir ég hafi bara séð núna í vikunni hvort það verið í gær eða fyrradag að það var að koma könnun frá háskólanum það sem hvort það var hátt í helmingur 15 ára hafi tekið þátt í einhverjum svona veðmálastarfsemi þannig að það ekki það ofboðslegu fjöldi sem að snerta á þessu og þetta við erum bara held ég komin á þann stað að bæði að það þurfa að fara að taka betur á veðmálastarfsemi taka betur aftur á þessu gamla íslenska módeli varðandi snuff og orkudrykki og fleira að við verðum að tvöstorði ríkið af þessu í stóru myndinni og ná til barnanna sko. Já. Ég hef tekið eftir því að það svona ákveðin kúltúr á meðal, ég held að þetta svona langmest drengir. Eru ekki mest að tala drengi sem spila? Jú, sko, það það sem hefur kannski sést að aukningin hefur mest kannski orðið á síðustu 5 árum hjá drengjum 18 til 25 ára. Já. Þannig sem eru þá kannski ekki lengur skilgreind sem börn, en það má svona horfa á það að það eru drengir, ungir drengir sem eru mest að sogast inn í þetta. Já. Og þetta bara orðið mjög stór hluti af því að fylgjast með fótboltaleik eða einhver annar íþrótt að vera að veðja. Já. Það jafnvel farið að veðja sko á leiki í yngri flokkum. Já. Bara 3. flokki eða eitthvað slíkt sko. Það jafnvel verið. Það sem sagt hægt. Það bara hægt. Já. Og svo hinn neikvæði hlutin, eitt þessi áhætta sem snýr að einstaklingum, en svo hinn neikvæði hlutin sem líka bara hvað áhrif þetta farið að hafa á íþróttirnar sjálfar. Já. Þegar að það hafa líka komið fram opinberlega þjálfarar og leikmenn, það sem verið að syngja í þá, spurja hverjir að fara að spila næsta leik, hvort að það séu mikil meiðsli í liðunum, jafnvel hafa komið sko holskeflur skamma yfir það einhver stóð sig ekki nú vel í einhvern leik því að það jafnvel frá aðilum utan úr heimi
að því hann hafði lagt svo mikið undir. Þannig að það ekki lengur sko þessi gleði og þessi keppni og þetta örugg umhverfi sem við erum að reyna að skapa sem í boði því það farið að ráðast á þetta utanfrá sko. Menn eru með fjárhagslegan ávinning á heilanum. Já. Sko, kúltúrin, ég skauti að þér hvort þetta væri ekki mest drengir og þú segir að jú, það liggi fyrir þarna eftir 18, kannski vitum við ekki alveg nákvæmlega, kannski erfitt að sjá það hvernig kynjaskiptingin fyrir 18. Já. En maður hefur á tilfinningun að það séu mest drengir og kúltúrin sem ég nefndi áðan og ætla þá að klára núna þá málsgrein að sko póker. Já. Það einhver svona stemning fyrir til dæmis póker, fjárhættuspilum, ekki bara þú einn inn í herbergi við tölvuna, heldur hópar að hittast og spila póker og ég þekki aðeins til þessa heims þeir segja, nei, þetta bara 2500 kall sko, sem maður leggur undir og svona, og það verður aldrei meira það ok, það þannig núna og samt 2500 kall alveg bara fjárhæð til þess að leika sig með, myndur einhverju segja og hún getur náttúrulega doblast og eitthvað eftir einhvern ákveðin tíma við vitum ekki hve margir verða útsettir, kannski alltaf flestir sem bara ekki með neinn fíkn gen eða eitthvað svoleiðis, en það alltaf einhver hópur barna og ungmenna sem útsettur fyrir þessu. Þetta líka einhver svona þín tilfinning að við getum farið út úr tölvunum og spilasölunum og þetta sé svona verða bara á heimilum og í partíum og svona að sé einhver bylgja náið þangað líka og þá sé þetta samfélagslega viðurkennt? Sko, ég held að þetta hafi svo sem eins og með margt annað oft tengst ýmsu og þetta póker hefur örugglega verið spilaður löglega og ólöglega mjög lengi. Það sem að ég held að við sem samfélag þurfum bara svolítið aðeins að ræða hvernig við viljum nálgast þetta og á sama tíma það voðalega erfitt kannski að banna öllu einhverjum sem hefur ekki, sem hefur fulla stjórn og þetta bara leikur og þetta hefur ekki áhrif á hans líf að þá finnst mér við þurfum að sýna ákveðna samkennd í því að það líka að finna einhverja leið til þess að skapa þær aðstæður til þess að það sé ekki verið, ég ætla bara að leyfa mér að kalla það níðast á þeim sem eru veikir fyrir og soga allt út úr þeim með einhverjum hætti og þess vegna skiptir máli að setja þessa hluti í mismunandi áhættu flokka og það liggja fyrir skýrslur, það að gera fleiri skýrslur og vinna þetta meira út frá því að þetta sé þá undir eftirliti það sem verið að gera og til þess að það sé bara ekki farið úr öllu hófi í því að einkavæða eins og oft gert hagnaðinn af þessu en skilja vandamálið á samfélaginu og kostnaðinn og jafnvel sko eins og því miður að því ég kom að sín á svörtustu hlutina því miður að þá hefur líka verið talað að fólk taki líf sitt eftir að hafa verið búin að koma sér í þetta fíknar ástand og sem bara því miður mjög neikvætt og algengt kannski má segja þeir sem eru komnir á mjög slæma stað í fíkninu og það bara okkar sem samfélag að vera með öryggismúra svolítið í kringum það að við séum ekki níðast á þeir sem veikastir eru í því sko. Ég held að það sé bara staðreynd að stundum þegar maður sér fólk koma brotið út úr þessum spilasölum það bara vandfundið eins mikið myrkur í andlitum þeirra spilafíkla sem eru lengst gengnir og við höfum einhvern veginn vanist því að við þurfum að gæta einmitt þessa hóp sem þú ert að nefna en á internetinu eru náttúrulega bara engin bönd og inn í herbergi kunna vera ógnir og hættur sem við höfum ekki hugmynd og í öllu falli hlýtur það eins og við erum hér að ræða að kalla á bara svona veigamikla vakningu innan heimilanna og okkar á milli
ekki satt? Jú, það fókusin sem við kannski erum að gera eða koma á framfæri með greininni að það eru teknolofti að hlutirnir að fara á slæman stað þegar börn eru farin að veðja eða á netinu og það virðist vera einmitt kannski að í samtölum að það eru fæstir sem eru kannski búin að átta sig á því að það eru samskipti við börnin eftir leiðum sem að við erum kannski ekki búin að vera vön og þau eru að verða fyrir verulegu svona áreiti auglýsinga hvatningu annað eins og það virðist vera mjög stutt á milli þess að byrja og taka svona einföldu skrefinu yfir í það sem eru svo orðin svona spilavíti það sem að stærri tölur og meiri fíknar tengsl eru og ákallið einmitt bara það að það sé bara farið eftir íslenskum lögum eins og þau eru nú eða þá að við förum þá eftir þeim hugmyndu réttaríkisins að ef að við viljum sem samfélag breyta lögunum nú þá gerum við það en ekki það ástand sem uppi í dag að það eru lög og það ekki farið eftir. Heyrðu, við komumst ekki lengra held ég með þetta en þetta sláandi og ég held að séu margir sem ekki hafi svona átta sig á þessari áhættu og svo getum við líka auðvitað fíklarnir náttúrulega eru verst settir en þetta getur bara líka munað krakkana fjárhæðir sem að án þess að þau séu fíklar og við vitum að það getur nú endað á foreldrunum þannig að já, við bara höldum þá áfram að skima eftir næstu skrefum í þessu máli og enn og aftur kem ég bara að því að við erum ekki nú vakandi. Bara kæra þakkir fyrir að taka hennan bolta því að það umræðan sem skiptir máli og það komið að því. Takk fyrir komuna, Jóhann Steinar Ingimundarson. Takk fyrir. Og við höldum áfram með Rauða borðið eftir andartak, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.